Föstudagsþátturinn heldur áfram. Fyrir mörgum páskaföndrið órjúfanlegur partur af páskahátíðinni og til þess að tala páskaföndrið og föndur almennt ég búin að plata hana Dísu Óskars hingað til mín. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Alltaf gaman að fá þig og ég veit nefnilega að þú ert mikill föndrari og hefur verið að veita fólki innblástur í föndri líka og kenna því hvernig þá að föndra úr ýmsu geymslunni til dæmis og þannig að við eigum að fá þig í þáttinn til þess að spjalla þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Gaman að koma bara fast í liðinu svo venjulega. Já. Ég bara trúi því alveg statt og stöðugt að með því að skapa og vera hugmyndaríkur að þá gerum við heiminn betri og við verðum okkur líður betur. Þetta bara fakta hjá mér. Því að eins og með sjálfa mig allavega að ef ég fer eitthvað að vera pirruð og fer eitthvað að líða illa og veit ég hvað ég á af mér að gera, þá fátt betra heldur en að bara fara og klippa eitthvað og líma eitthvað, mála eitthvað, aðeins svona að breyta til og gera eitthvað allt annað heldur en þetta daglega og venjulega. Já. Hvað þetta helst sem þið eruð að föndra? Það sem við aðalega erum að gera og ég að kenna fólki að gera, það að búa til eitthvað úr dóti sem aðrir kannski sjá ekki fegurðin í. Þannig að hvort sem þú ert með ónýtt lök heima hjá þér eða einhverja stóla sem orðnir slappir eða hvað að þá hjálpa þér að finna einhverja nýja leið til þess að búa til eitthvað fallegt úr því. Já, endurnýta það. Alveg í drep, Já. Þetta gengur allt út á það. Og mér finnst núna eins og með páskana að, margir skreyta eitthvað og svoleiðis. Ég ekkert endilega típan, þó ég föndri og föndri, þá ég ekkert endilega típan sem að skreyti alveg allt villi vekk. Klúbburinn virkar þannig bara svo fólk fatti hvað að tala þá virkar þetta þannig að það kemur í þennan klúbb hjá mér sem heitir úr geymslu í gersemi og þá fær það alltaf nýtt efni í hverjum einasta mánuði, stundum oft í mánuði og það nýjasta sem vorum að gera, tengdu við auðvitað páskana og þá var ég að kenna að gera egg úr steypu. Já. Þannig að margir nota egg, ekki satt. Jú. Og þá kenni ég hvernig á að taka utan að þeim svo að þú haldir skurðinu og svo getur þú farið kannski í bílskúrinn hjá frændaðinum eða mannininum eða einhverjum og fundið smá steypu og þá getur þú búið til svona skemmtileg steypt egg bara úr þessu dóti. Lítil hætta á að þessi egg brotni væntanlega. Nefnilega og ekki bara það, auðvitað getur svo skreytt þetta alveg eins og þú vilt. Og þetta mjög einfalt og skemmtilegt föndur og mér finnst þetta koma vel út í öllu mögulegu. Hvort þú setur þetta bara í skál á borði með einhverjum smá nammi líka með eða hvað þú gerir. Einmitt. Síðan ég að byrja núna að því að ég veit ekki hvort það allstað svoleiðis en allan að gistihúsi á mér það tæmdist. Já. Það ekkert að vera páskana. Þannig að ég hugsaði með mér hvernig get ég látið eitthvað gott að mér leiða og hjálpað einhverjum að líða pínu betur og gera eitthvað skemmtilegt að því að ég ekki að fara að taka á móti gestum þessa páska. Þannig að ég stundum alltaf fljótt á mér og drífi að láta hlutina gerast. Þannig að það sem ég að fara að gera núna sem að mér finnst ótrúlega spennandi, ég að missa mig úr sköpunargleði núna, ég að fara að hafa 10 dagatal, föndurdagatal fyrir krakka. Já. Og það, þú veist, dagatöl fyrir jólin, ég hef nú verið með svoleiðis aðventudagatal, þar sem fólk fær nýtt myndband á hverjum degi til að búa til aðventudagatöl, en ég meina það þarf ekki að vera bara desember það. Nei. Þannig að núna ætla ég að gera þetta 10 daga, dagatal, bara ekkert páska, ekkert sumar, ekkert aðventu neitt, heldur bara föndurdagatal fyrir börn, þar sem að það kemur nýtt myndband á hverjum einasta degi með einhverju nýrri sniðugri hugmynd af föndri. Já. Af því ég vil trúa því að, þú kannski nærði ekki alltaf sambandi við krakkaðinn, en í gegnum einhvern svona leik þar sem að báðir að skapa, að þá nærðu kannski að svona góðri samveru og þú nærð betri kontakt og einhvern veginn fólk gleymi sér í þessu. Svolítið saman og getur náð að tengja.
allt sem að ég að vinna með, hvort sem það í geymslu gersemi, klúbnum mínum eða í þessu, þar reyni ég að vinna með eitthvað sem að þú vonandi átt heima bara í skápunni hjá þér eða mjög auðvelt að nálgast, spyr bara Gunnu frænku hvort hún eigi svoleiðis eða þannig. Þannig að það á að vera sem minnstur tilkostnaður og ekki síst til þess að bæði að virka sköpunna og efla umhverfisvitund í leiðinni. Þegar það eitthvað sem við þurfum líka að fara bara að koma inn snemma hjá sem flestum. Og bara eitt svona lítið dæmi, en málið að það hægt að fara inn á disaoskars.com og þar finnur fólk bara link til að skrá sig á þetta krakka föndunámskeið og það kostar ekkert. Það bara algjörlega frítt, þannig að mega allir koma á það sem vilja og þetta tekur 10 daga og svo fær það 4 daga aðgangi í viðbót eða náði ekki að klára eða gera allt. Það fær myndbönd, það fær blöð til þess að hlaða niður í tölvuna, svo getur prentað út og krotað inn í eða vill gera þetta einhvern veginn öðruvísi og svona. Þannig að þetta verður mjög skemmtilegt, henta líka bara leikskólakennurum og kennurum og svona sem vantar stundum hugmyndir. Og bara þetta dæmi hérna, ég átti fullt af einhverju svona blöðum sem ég heyrti einhver staðar að hér eru 2 útfærslur að páskaeggja því að það eru páskar núna og þetta eitthvað sem ég ætla að sýna þeim og þá ger ég hérna smá munstur á blaðið og við klippum bara út svona eins og eggjaform, mörg svoleiðis og svo þarftu bara lím, hún brýtur þetta saman, þarftu bara lími saman mörg svona og þá ertu komið svona páskaegg úr þessu og þetta hægt að gera náttúrulega í öllum stærðum og úr alls konar blöðum og eitthvað og þannig að það er basically lím og eitthvað pappír og svo einhver spott í þetta. Svo getur gert fyrir ef að mamman vill gera aðeins eða, þú veist, krakkarnir aðeins stærri, þá er þetta að fara út til að gera alveg svona. Pínu meira fancy. Mjög flott. Svo getur þú bara tekið eitthvað reipi, nota jafnvel einhverja perlur eða ef þú átt einhverja kristalla eða hvað sem þú átt og auðvitað bara hvetja alltaf alla til að nota það sem eiga eða það sem passa fyrir þá og svo bara ertu komið þetta inn í miðjuna. Þannig að þetta ótrúlega einfalt og þú veist, þegar þú fer að gera svona, þegar þú fer að byrja að föndra og skapa, þá kveiknar alltaf á fattaranum og þú ferð að hugsa, ok, þetta eins og páskaegg, frábært, gæti ég gert bara kúlu, gæti ég gert hjarta, gæti ég gert eitthvað annað lag, gæti ég gert úr öðrum pappír sem passa kannski fyrir ammali hjá stelpunni, þú veist, í maí eða eitthvað. Þannig að þetta svona gluggi, opnar glugga inn í alls konar aðra möguleika. Þetta snýst það. Að því við erum svo oft í þessu bransa, þú veist, það kemur alls konar, það kemur kreppa og það kemur COVID og það kemur eitthvað og þá þurfum við öll að vera svo snögg að snúa við blaðinu og fara að búa til og geta gert eitthvað nýtt. Heldur betur. Þetta ekki sammála. Ég alveg hjartalega sammála, það greinilega af nógu að taka og við hvetjum fólk bara eindregið til að fylgjast með og fara inn á disaoskars.com og taka þátt í þessu. Endilega, svo líka, ég reyni nú alveg að vera dugleg líka á Instagraminu mínu, þannig að ef einhver vil fylgjast með þar, þá reyni ég að segja frá því sem ég að gera þar. Að gera, fylgjast með, bara kæra þakki fyrir að koma í þáttin, við getum talað föndur í allan dag, komast bara ekki lengra. Bara takk fyrir að koma og gleðilega páska. Takk sömuleiðis.